Komið sæl. Þetta þátturinn Öryrkjaráðið og ég heiti María Pétursdóttir og ætla að vera með ykkur hérna næsta hálftímann. Og ég með góðan gest að vanda. Það hún Ingveldur Jónsdóttir. Velkomin Ingveldur. Takk fyrir. Þú ert formaður málefnahóps Öryrkjabandalagsins aðgengismál. Mikið rétt. Já. Og það er spurning hvort þú vilja kannski aðeins útskýra fyrir okkur líka hvernig málefnahóparnir hjá Öryrkjabandalaginu funkar. Já, málefnalegt grasrótarstarf ÖBÍ fer fram í málefnahópunum. Og þeir eru núna 7. Það málefnahópur kjaramál, málefnahópur heilbrigðismál, málefnahópur aðgengismál, málefnahópur sjálfstætt líf og málefnahópur atvinnu- og menntamál. Það eru svona varanlegir málefnahópar þar sem formennirnir eru kosnir á aðalfundi. Síðan eru núna starfandi 2 tímabundnir málefnahópar. Það málefnahópur málefni barna og málefnahópur húsnæðismál, sem nýjasti hópurinn okkar. Formenn þessara hópa voru valdir af hópmeðlimum. Hópmeðlimirnir eru valdir þannig að ÖBÍ kallar eftir tilnefningum frá aðildarfélögunum sem að tilnefna fólk í hópana sem eru síðan valdir af stjórninni. Og það reynt að gæta svona ákveðna fjölbreytni og svona í hópnum, þannig að hann verður sem bestur. En ég hvet aðildarfélögin endilega til að tilnefna fólk í málefnahópana. Þetta starf mjög mikilvægt. Og eins og ég sagði áðan, þá fer þarna fram málefnalegt grasrótarstarf ÖBÍ. Og það eru yfirleitt kringum 8 manns eða eitthvað svoleiðis sem skipa? Það eru formlega 5 aðalmenn og 2 varamenn. Svo það misjafnt eftir hópum hversu mikið varamennir starfa með þeim. Til dæmis í okkar hópi, í málefnahópi aðgengismál, þá mæta varamenn yfirleitt, sem ágætt því að fólk forfallast og annað slíkt, þannig að við erum svo sjaldnast 7 á fundum. Síðan eru hóparnir með starfsmann. Hver hópur hefur starfsmann í cirka hálfu starfi til að styðja við starfið. Þannig að, og eins og við í málefnahópum aðgengismál, við höfum séð heilmikinn árangur á okkar starfi. Þannig að þetta mjög gefandi að taka þátt í þessu. Einmitt. Hvað ef þú segir mér aðeins bara hvað svona hefur verið svona helstu viðfangsefnin ykkar, það er aðgengi yfir höfuð, en þið hafi verið að svona fókusera kannski á hvað? Opinbera staði eða hvernig Við leggjum náttúrulega mesta áherslu á opinbera staði, en samkvæmt byggingarreglugerð þá á allt nýtt húsnæði að vera byggt samkvæmt algildri hönnun. En því miður umtalsverður misbrestur á því. Og hér eins og allir vita eru nú að rísa upp blokkir út allt eins og gorkúlur. Þessar blokkir eru afskaplega misjafnar. Sumar eru með allt í fínu lagi, meðan að það eru alls konar aðgengishindranir í öðrum. Versta dæmi sem við höfum rekist á nýverið upp í Mosfellsbæ og það var nú alveg svakalegt dæmi. Það var hreyfihamlaður maður í hjólastól sem valdi sér alveg sérstaklega íbúð á jarðhæð og þetta valdi hann á grundvelli teikninga áður en húsið var byggt. Þannig að hann kaupir íbúðina því hún átti að vera svo aðgengileg og hann vildi geta komist beint út úr íbúðinu sinni án þess að nota lyftuna og svona. Svo rís blokkinn og svo sem allt í lagi með hana, en svo farið að ganga frá fyrir utan og þá eru bara heljar með úti tröppur, þannig að maðurinn kemst svo sem hvorki úti inn. Og þegar hann kvartar yfir þessu, þá er hann bent á það að hann komist nú alveg út í gegnum bílakjallara, sem vissulega rétt, en hver vill fara í gegnum niður í bílakjallara og svo náttúrulega, veit ekki alveg hvernig, oft brött brekka upp úr svo bílakjallarum. Ég veit svo ekki nákvæmlega hvernig það þarna. Þetta svona frekar óyndislegt ef maður ætlar að fara út að viðra sig, ætlar að fara niður í bílakjallara og eins til dæmis gestir í þetta hús. Þeir eru að fara inn gegnum bílakjallarann eða þeir eru hreyfihamlaðir. Eða þegar hann lætur sækja sig á einhvern annan sækja sig og hann þá að fara niður í bílakjallarann að sækja. Þetta algjörlega óásættanlegt og við erum búin að vera eða okkar starfsmaður í umtalsverðum samskiptum við byggingafulltrúan í Mosfellsbæ út af þessu. Það hefur gengið mjög hægt að fá svör þaðan því miður. En núna erum við í vinnu með lögmanni að fara hreinlega í mál út af þessu vegna þess að þetta ekki bara aðgengismál þó að það sé vissulega mjög mikilvægt, þetta líka hrein vörusvik.
á þess að keypti. Þetta svona versta dæmið sem við höfum séð nýlega í nýbyggðu húsnæði. Nýbyggt húsnæði mjög oft í mjög góðu lagi, en það geta verið svona gallar eins og til dæmis oft kvartað undan allt of stífum hurðapumpum. Fólk þarf að slást við alveg hræðilega stífar hurðir upp úr þessum bílakjöllum. Þetta nokkuð víða því miður. Auðvitað langt best að það sé rafrænn aðgangur, fólk þurfa bara annað hvort eitt og taka eða þessi skynjari og hurðin opnist sjálf. Það mjög víða, þetta mjög víða, mjög fínt, en því miður alls ekki alls staðar. Þetta svona svolítið heitt mál núna, þessar blokkir eins og ég sagði áðan að rísa upp eins og gorkúlur. En opinberar byggingar lang oftast í dag orðnar í mjög góðu lagi. Og hið opinbera hefur virkilega lagt á sig að koma þessum málum í lag. Þetta svona varðandi hið fýsíska aðgengi. En svo hlutir eins og í ferðaþjónustunni. Þar hlutirnir oft ekki nógu góðu lagi og það til dæmis til sjóður sem styrkir til uppbyggingar í ferðaþjónustu. Og sá sjóður hefur ekkert eftirlit með því að byggingarnar séu aðgengilegar. Þannig að þar höfum við verið að sjá alls konar rósir sem við erum ekki hress með. En byggingarreglugerðin sem slík að flestu leyti ágæt, en þó gallar á henni sem við viljum í burtu. Til dæmis, það kerfisbundnar úttektir á byggingarfasanum. Þú veist, fyrst á að taka út sökla og svo framvegis, þetta nokkur stig. Svo næst síðasta stigið heitir öryggisúttekt og að lokinni öryggisúttekt þá má taka húsið í notkun. En samkvæmt núverandi byggingarreglugerð þá þarf ekki að vera komin lyfta í öryggisúttekt. Það finnst mér mjög sérkennilegt og við höfum ákveðið að leggja fram tillögur það að fá þessu bara breytt. Auðvitað á aðgengi að vera komið í lag þegar fólk flytur inn. Þannig við erum með alls konar járn í eldinum í þessum, hinum efnislega heimi, svo náttúrulega bílastæðamálin alveg sérkapitúli, við vorum með málfengum það í fyrra eða hittu fyrra. En aðgengismáli ekki bara hið efnislega umhverfi, þau snúa líka að aðgengi að internetinu, aðgengi að sjónvarpi, aðgengi að öllum upplýsingum. Og þar við nú með öfluga liðsmenn, við erum nú með það líka í hinum efnislega heimi, til dæmis hefur Sjálfsbjörg gert ýmislegt til að vekja athygli á aðgengismálunum. Og svo varðandi aðgengi að netinu, þar Blindrafélagið að vinna mjög gott starf og í hvað varðar texta á auðlesnu máli fyrir fólk með þroskahömlun, þá þroskahjálp með verkefni á því sviði. Þannig að sem betur fer þá erum við alls ekkert einu í þessum bransa og mér finnst þið almennt mæta skilningi þegar við tölum þessi mál. Þegar hlutirnir gerðir alveg kolvitlaust, þá það ótrúlega oft hugsunarleysi. Mjög skemmtilegt dæmi var á Hverfisgötunni í fyrra. Þar var ægilega fín leiðarlína fyrir blinda. Það var málmkuppar í stéttinni. Svo þurfti að gera við eitthvað og gera eitthvað hólu og laga eitthvað skipulag með eitthvað. Og svo þegar menn gengur frá, þá vissi þau greinilega ekkert hvað átti að gera við þessa málmkuppa. Þeir voru bara settir einhvers staðar. Þú veist, þetta hugsunarleysi, það ekki meiri vinna að gera þetta rétt. Nei. Þannig að við mjög oftast, eiginlega oftast, þegar við sjáum svona rosalega glóriur einhverju, þá það fákunnátta á hugsunarleysi. Þess vegna svo mikilvægt að tala um fólk, upplýsa fólk, fræða fólk. Það langt besta leiðin. Við vorum einmitt að tala um hana Ingu Björk fyrir viku síðan og hún var einmitt að tala um hugsunarleysi þegar verið að gera við götur og settir kannski einhverju litla brýr eða rappar eða eitthvað sem að hvorki barnavagni, hjólastóll kemst yfir. Nákvæmlega. Þannig Og það mjög oft það að hafa hlutina í lagi, þetta bara spurning góða hönnun, vera meðvitaður hlutina, þarf ekkert að vera dýrar. Nei, einmitt. Og svo kannski líka þá kannski almenna meðvitund, bara til dæmis fólk sem að vinna í þessum bransa. Já, algjörlega. Þannig eins og dæmið frá Hverfisgötunni sýnir svo ofboðslega skýrt. Já, algjörlega. Það hefði ekki verið neitt erfiðara fyrir þess að menn að raða línunni beint. Nei. Venda kubbanum bara einhvers staðar, Einmitt. En talandi Hverfisgötuna, nú hefur staðið smá styr líka göngugötuna á Laugaveginum. Sem að mér finnst mjög athyglisvert líka að var að lesa það einmitt af því það rúmlega 5.000 manns á höfuðborgarsvæðinu með stæðiskort, svona p-passa og ég veit ekki, það eins og borgin hafi áhyggjur á því að allir þessi 5.000 ætla að fara að keyra niður Laugaveginn á sama tíma
Já, ég veit. Þannig að og sko að því fyrsta svona sem að ég tók eftir, ég var með fyrirtækið þannig niður á Laugavegi tíma og þegar ég var verið að breyta götunni eða var svona tilraunaverkefni að breyta henni í göngugötur og fyrsta sem að sko maður svona hnautum var sko að það væri verið að búa til sko fallarstæði svona í sko hliðagötunum í bratta. Já, nákvæmlega. Það er eitthvað sem við höfum gert mjög miklar athugasemdir við hönnuðir Reykjavíkurborgar og hreyfihamlað fólk á mun erfiðara með að tafla sig í hallandi landi heldur en sléttu og það er meira sér byggingarreglugerð ákvæði hámarkshalla á stæði fyrir hreyfihamlaða. Það er lítill halli, mjög lítill halli. En mér fannst ánægilegt að sjá, ég gerði smá vettvangsathugun daginn og það eru 2 mjög góð stæði fyrir hreyfihamlaða á efsta kafla Laugavegar, bara á Laugaveginu sjálfur, ekki í halla. Svo reynda komst ég ekki inn á hina hlutana einhvern veginn, mér tókst ekki allar mér að keyra allar þessar göngugötur, ég reynilega komst ekki inn á 2 neðri hlutana, það var einhvern veginn þannig. Og svo er útfærslan svolítið skrítin, það eru skiltið þarna um allt, en það er ekki gert ráð fyrir því að hreyfihamlaðir megi keyra, sem er ekki í samræmi við umferðarlög. Þannig að framkvæmdin hefur verið alveg. Og hvað, samgöngustjóri sendi líka athugasemd, og þeir vildu hvað, að fatlað fólk kemur bara ákveðnum tímum? Nei, þeir vildu að umferðarlögunum verið breytt á þann hátt að þetta væri á forræði sveitarfélaganna. Svo voru eitthvað svona dæmi að leiða þetta upp ákveðnum tímum, eitthvað svona sem ekki alltaf í lögin. En það er náttúrulega, ef þetta fyrir á forræði sveitarfélaganna, sko, þá getur maður ekki treyst framkvæmdinni, þá getur þetta verið sums staðar og ekki annars staðar, sko. Sko, málið er það til dæmis í Osló. Þar er stórt göngusvæði í miðborginni. Þar sem eru bílastæði fyrir hreyfihamlaða og að sjálfsögðu mega þá hreyfihamlaðir keyra að og frá þessum stæðum. Og þetta hefur gefist mjög vel og er alls ekki vandamál nokkuð nátt. Og Er þetta ekki líka svona strikinu í Kaupmannahöfn? Já, er það líka þannig þar? Já, allavega hliðagöturnar, þú getur alveg keyrt sko sem að liggja náttúrulega bara mjög beint af. Já, það er náttúrulega ekki þessi vandi með brekkur. Nei, það er ekki þessi halli sko. Já, og er það hliðagötur líka göngugötur? Já, ég hef getað keyrt sko inn á strikið og inn aðra göngugötu og eitthvað svona, það var ekkert mál með minn p-passa. Eins og við töluðum sko, á fundum okkar með hönnuðum Reykjavíkurborgar og þau tóku vel í þetta sko, að þessi bílastæði fyrir hreyfihamlaða, akstursleiðin af þeim, hún má alveg vera þröng og hlykkjótt og hundleiðileg og þannig ekki nokkur manni detti í hug að keyra þannig að maður ætla að leggja þarna. Þetta er alveg hægt að útfæra. Við erum alls ekki að fara fram á það að hreyfihamlaðir getur verið eitthvað rúntandi miðbæinn. Þetta bara snýst aðgengi að verslunarþjónustu. En það er líka sko þannig að fyrsta sem ég hugsaði með mér var bara, ok, er það ekki gert ráð fyrir að hreyfihamlaður reki verslun? Fyrir utan það. Eða fyrirtæki, eða búi við Laugaveginn. Einmitt. Þannig að það var svona fyrsta sem sló mig. En já, það verður vonandi bara, vonandi fundin einhver lending á þessu. Ég held þetta sé bara spurning góða hönnun og góða útfærslu og þá ætti þetta alveg að vera hægt í sátt við alla sko. En svo hafið þið verið að skoða líka bara hvernig samgöngur, strætó og eitthvað svoleiðis virkar fyrir hreyfihamlaða. Já, það er nú eitt. Þegar að ég byrjaði í þessum bransa fyrir nokkur árum, þá vissi ég ekki að það væri nokkur einasti séns fyrir mig að taka strætó. Nei. Svo fórum við nú að garfa í þessum málum og þá var hann Rúnar Björn formaður málefnahópsum sjálfstætt líf, hann var nú svona frumkvöður í því að taka strætó. Málið er að það eru ákaflega forneskjulegir rampar í strætisvögnunum okkar sem eða á að vera hægt að taka niður. Svo þegar við fórum að garfa í þessu þá kom nú ljós að þessi rampar voru stundum jafnvel ryðgaðir fastir og vagnstjórarnir voru nú ekki tilbúnir til að hjálpa til við þetta og það var nú einhvern veginn í raunheimi varla ætlast að væri notað. En við erum búin að sitja marga fundi með strætó og mér skilst að þetta einu að vera komið inn í þjálfun vagnstjórana
og það þrif á vögnunum eigi nú að vera þannig að þetta sé ekki ryðga fast og svona. Þannig að, og þegar að við byrjuðum að garða þessu fyrir nokkrum árum þá voru svona 10% af vögnunum bara alls ekki með þessa rampa. Og það er náttúrulega óbúslega vont vegna þess að þú kannski býður út á stoppistöð og þá kemur akkurat vagninn sem ekki með rampinn, sko. Þannig að það eiginlega ekki ásættanlegt. En þau hjá Strætó lofa okkur að nota þessa vagna eins lítið og mögulegt og fækka þeim eins mikið og mögulegt og þeir eru komnir í 91% núna sem eru með þessa rampa. En svo náttúrulega alveg sérstakt mál, sko, af hverju þarf að vera með vagna með svona fornaskjulegum römpum, því að það sem að kemur í borgir erlendis, þar þetta ekkert mál, þar eru voða fínir rampar sem að fara bara niður með, þessi rampar okkar, það þarf að taka á með höndum, sko. Já, það þarf að taka á með handafli. Það eru svakalegi hlemmar, þetta ekki hvernig sem sko. En þar sem að kemur erlendis, þar alltaf vagnar með römpum sem koma bara niður, þessi vegstjórn lítur að taka og þetta verðist ekki vera nokkuð einasta mál, þannig að ég veit ekki alveg hvar við kaupum þessa strætisvagna. En svo annað, það náttúrulega ekki nóg að strætisvagnar séu aðgengilegir ef biðstöðvarnar eru það ekki. Og biðstöðvar eru sums staðar alveg hræðilegar. Þannig að til þess að þessi mál komist í lag, þá verður að laga biðstöðvarnar og biðstöðvarnar eru á ábyrgð sveitarfélaganna. Þannig að þetta svolítið stórt mál og þessu tengt, talandi forneskjulega vagna, sko, rúturnar okkar, þær eru næstum því aldrei aðgengilegar. Það eru til einhverja 3-4 á landinu sem eru aðgengilegar og þá eru þær í einkaaðila. Þannig að þetta alveg magnað hvað ég segja, almenningsvagnar okkar Íslendinga, bæði rútur og strætóar, einhvern veginn allt öðruvísi en alls staðar. Alls staðar annars staðar getur maður að tekið rútur og strætó og bara virðast, allavega það sem ég hef komið. Allir vagnar vera aðgengilegir hreyfihömlum. Þannig eins og ég sagði áðan, ég veit ekki hvað þessi vagnar eru eins og keyptir sem við erum með. Þannig að við erum í rauninni að mörgu leyti erum við bara mjög aftarlega á meirinni í umgengnismálum svona. Mjög, sérstaklega hvað varðar almenningssamgöngur. Já. Almenningssamgöngurnar eru sko, ég veit ekki hvort ég á að segja áratugum eða árum á eftir en allavega á eftir, langt á eftir. Það verður stigið smá skref til bóta núna fljótlega. Það hafa almennt séð ekki einasti vagn í almenningssamgöngum verið aðgengilegur hreyfihömlum, ekki einn. Þetta mun lagast núna, það verið að samgönguráðuneytið með útboð almenningssamgöngur, bara þessa dagana eða það að fara í gang. Og þar á að skipta svæðinu í aðmjöminni 4 svæði, skipta landinu í aðmjöminni 4 svæði og það verður krafa til rekstraraðila að á hverju svæði verði einn aðgengilegur vagn og þú getur þá látið vita með sólarhringsfyrirvara, hei, nú ætla ég til Akureyrar og ég á hjólastól, vinsamlegast hafðu þennan vagn fyrir mig. Auðvitað þetta miklu skárra heldur en núna þegar þetta alls ekki hægt. En eins og ég hef sagt nokkrum sinnum, ég skil ekki alveg af hverju allir vagnar alls þar sem ég hef komið í útlöndum eru aðgengilegir, en það er svona hræðilega mikið mál hér. Það finnst mér mjög skrítið. Akkúrat. En þetta verður samt til stórbóta, þetta verður allavega hægt sem það ekki nú. Já, þannig að það allavega hænuskref í áttina. Já, algjörlega. Og það sé ekki 100%. Algjörlega. Já, einmitt. En ég sá inn á síðu Öryrkjabandalagsins, vefsíðu Öryrkjabandalagsins að við gerðum líka einhvern tímann könnun varðandi flugsamgöngur. Hvað kom út úr því? Það sko, þetta fyrirtæki sem heitir núna Iceland Connect. Það eitthvað Connect. Það alveg stærsta flugfélagið innanlandsflugi hérna, sem flýgur til Akureyrar á þessum stærsta staði. Sko, það hægt að nota það með svona ákveðnum handkvælum. En það ekki hægt að fara fyrir hreyfihamlaða manneskju, myndi ég segja, að fara í þessar minni vélar, sko. Þannig að þetta alls ekki nógu góðu standi, sko. Það þá bara, ekki pláss fyrir hjólastólinn inn í vélinni eða þetta klósettmálin? Sko, klósettmálin nú alveg sérkapitúli og það líka hjá flugleiðum, sko. Hreyfihamlað fólk sem notar ekki fæturna, bara fer ekkert á klósetti í flugvél.
Það er meira sem bara erfitt fyrir sko, fólk sem að nota fæturnar eða það er bara stórt sko. Já, nákvæmlega. Þetta, mér finnst alveg, það með ólíkindum, það á klósetthurðinni hjá flugleiðum fatlamerki. Mér finnst þetta, ef einhver veitingastæður í bæ myndi leyfa sér að vera með svona lítið klósett og setja svo fatlamerki á hann. Já, hann er bara kjöldrein, sko. Já, akkurat. Þannig að þetta fatlamerki á klósetthurðinni í flugleiðum er alveg fersóttið töðan. Það er svo að sé verið að hýja á mann, sko. Já, einmitt. Það er svona í stuttu máli fyrir manneski sem ekki hefur notað fótunum á sér. Það er bara ekki hægt að fara á klósetti í flugvél, ekki heldur í millilandaflugi hér. Það eru til stórar breiðþotur erlendis sem eru með aðgengilegum salernum fyrir hreyfihamlaða og það eru til dæmis reglur í Bandaríkjunum að ef það heitir breiðþota þá á að vera aðgengilegt salerni. Ég var hrædd sko það er einhverja flugvélar sem heita breiðþotur. Já, sem uppfylla ekki. Það er ekki aðgengileg salerni í þeim. Ég veit ekki alveg hvernig þau græða þetta með Ameríkuflugið, sko. Þetta eru stífa reglur hjá Ameríkanum, sko. Þannig að þetta eru hlutir sem maður lætur sér, já, það er ekki hægt að láta sér dreyma um það frá klósetti í flugvél, sko, ef maður ekki lappirnar, sko. Og innanlandsflugið er ekkert verra en annað flug hvað það snertir. Þetta er bara ekki hægt. Nei, einmitt. Akkúrat. Ég ætla að spyrja líka út í, svo hafið þið verið að fara einmitt með líka mál bara eða fylgjast með málum og jafnvel fara með mál fyrir dóma, er það ekki? Jú. Það er nú langt síðan að Öryrkjabandalagið hefur farið með aðgengismál fyrir dóma. Það er þetta mál sem við erum með í bígerð núna út af þessari íbúð í Mosó. Arnar Helgi Lárusson hefur farið í málaferli út af aðgengismálum. Og það snerist aðgengi að mig minnir einhvers konar frístundaúrræði fyrir unglinga í Reykjanesbæ til dæmis sem var alls ekki aðgengileg. Og nú verði ég að viðurkenna, ég er ekki alveg nógu kunnugur sem máli kannski til að tala það, en að í stuttu máli þá tapaði málinu á einhverjum furðulegum forsendum. Já, akkúrat. Ég sá það einmitt í frétt frá Öryrkjabandalaginu að því þetta var svona, þetta var í rauninni bara prófmál þannig lagað og Hæstiréttur dæmir. Það er mjög mikilvægt mál og við erum að voða hissa þegar hann tapaði málinu, sko. Já, af því það stangast náttúrulega bara á við samning Sameinuðu þjóðanna um fatlaðs. Já, það var eitthvað í sambandi við það að þar sem ekki væri búið að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, þá taldi dómarinn að hann þyrfti ekki að fara eftir honum. Við minnum að það hefur svoleiðis. Já, einmitt. En ég er ekki alveg viðræð að hafa þetta mál, ég er ekki nægilega vel inn í því. Nei, einmitt. Já, það geta kynnt mér þetta náttúrulega fyrir viðtalið, já. Það var eitt sem mig langar að tala um. Við erum búin að vera í vinnu við það, sko. Þegar ég byrjaði í þessum bransa, og hvarflaði ekki að mér að ég geti ferðast til útlanda ein. En svo þegar ég fór að starfa með aðgengishópnum, þá komst ég að því að þjónusta Isavia og á öðrum flugvöllum er bara það góð að það er bara vel hægt. Og þetta var svona meðal annars ákveðin innblástur í þá átt að semja leiðbeiningar fyrir flugfarþega þar sem við kynnum þá þjónustu sem er í boði, svona til meðal annars til að hjálpa fólki og líka bara til að kynna þetta þannig að fólk viti að þetta er hægt. Til dæmis getur manneskja eins og ég keyrt sinn bíl til Keflavíkur, ítt á takka á stöður út á bílastæði og það kemur starfsmaður svokallarar PRM-þjónustur sem stendur fyrir Persons with Reduced Mobility. Í þessu tilfelli er Reduced Mobility í mjög víðum skilningi. Sjónskert manneskja til dæmis með Reduced Mobility af því að hún getur ekki lesið skilti. Þannig að bara hvaða hömlun sem að veldur því að þú átt erfitt með að fara í gegnum flugvöll er Reduced Mobility. Þetta er ekki bara spurning svona fysiskt mobility. Allavega, manneskja eins og ég getur ítt á þennan takka og það kemur starfsmaður PRM, hjálpar mér þess vegna út úr bílnum ef ég þarf á því að halda og með farangur og allt þetta og inn í flugstöðuna og þar höfum við samband við fyrirtæki sem að tekur bílinn minn og leggur hann einhvers staðar bara og síðan get ég fengið alla þá aðstoð sem ég þarf gegnum flugvöllinn. Og ég get líka afþakka aðstofan, ég þarf ekki að hafa aðstofan niður með allan tíman ef það hentar mér ekki.
Já. Og þetta gerir það verkum að hreyfihömluð manneskja eins og ég getur alveg ferðast ein. Þetta þarf náttúrulega að kynna fyrir fólk. Úr því að ég var í þessari stöðu, þá var ekki ólíklegt einhverju aðrir séður líka. Við erum búin að vera að vinna að leiðbeiningum fyrir flugfarþega og í gegnum það ferli höfum við náttúrulega talað við Ísavía, við höfum talað um flugleiðir og það hafa verið fundir. Og þessir fundir hafa svolítið svona vakið þessi aðila til umhugsunar og góðra verka. Þannig að þjónustan hefur batnað í þessu ferli. Það er mjög ánægilegt og eitt sem var til dæmis vandamál og náttúrulega ennþá hjá öllum flugfélögum, það eru skemmdir á hjálpartækjum í flugi. Já, bara það að koma á stöðluðu, vönduðu verklagi við meðhöndlun hjálpartækja. Það náttúrulega minnkar þessar skemmdir. Það er hagur allra vegna þess að fyrsta lagi náttúrulega ferðalagið ónýtt og þú býtur ekki út á hjólastóliðin. Og í öðru lagi þá þetta gríðarlega kostnaður. Þessi rafknúnu hjólastólar þeir kosta milljónir. Ég ferðaðist einmitt með einni vinkonu sem var með hjólastól og einmitt bara svona dýran nettan rafmagnshjólastól til að ferðast í erlendis og við vorum alveg bara svona sáum við sem betur þegar gátum séð út gluggann einhverjur okkar þegar var verið að hlaða farangurinn inn í vélina og vorum einmitt bara alveg að nálum að fylgjast með hvernig þeir myndu taka stólinn og við sáum að þeir tóku hann varlega og maður svona bara ok, hann er örugglega ekki fara að skemmast af því að þetta, maður vissi af þessu. Þetta nefnilega hefur verið stórt vandamál og þetta ennþá, en bara það að minnka þessar skemmdir, þetta sparar flugfélögunum mikinn pening, þau eru líka ábyrg, hafa þetta borgað mikla bætur fyrir skemmdir. Þannig að þetta er klárlega hagur allra og verður auðvitað ánægjulegra ferðalagi hjá fólki ef það fær hjálpartækin sín í heilu lagi. En það eru ýmsir vinklar á þessu máli og þetta hefur verið mjög ánægjuleg og gefandi vinna vegna þess að það hafa raunverulega orð framfæri á þessari þjónustu þegar við upprunalega hugmyndin var að skrifa þetta skjal og þar með funduðum með þessum aðilum og þá fóru hlutin svolítið að hreyfast. Þetta skjal er svona á lokametrunum og verður gefið út mjög fljótlega. Þannig að þeir eru svona í því bæði að koma leiðbeiningum og upplýsingum bæði fyrir fatlað fólk og fyrir aðila sem eru að byggja eða sem eru að sinna einhverju ferðaþjónustu eða eitthvað slíkt. Já, því að oft er vandinn, aðgengisvandinn, hann getur verið í kollinum á þeim hreyfihamlaða sem að veit ekki fyrsta lagi hversu góð þjónusta er sums staðar í boði og veit ekki hvert aðgengið er. Bara með því að upplýsa fólk, þá batnar aðgengið. Því að aðgengið eins og hundurinn getur alveg verið í kollinum á okkur. Já, það er nefnilega málið. Þannig að þetta eru ýmsir vinklar á þessum málum. Já, herðu, þetta bara höfum við sem loka orð í þessum þætti. Ég bara einmitt vona að meðvitund fólks haldi áfram að verða meiri og það verður bara talað um þetta eins mikið og hægt er líka. Náttúrulega einmitt. Almenningur það líka einhvern veginn að kveikja og átta sig á. Já, þetta er svo oft bara hugsunarleysi. Já, akkurat. Og fáfræði. Já, þannig ég þakka þér innilega fyrir komuna í þáttinn. Takk fyrir mig. Og þakka ykkur áhorfendum áhorfið og ég minni á Facebook síðan okkar, Öryrkjaráðið og svo sjáumst við næst. Takk.